Og þá býð ég ykkur velkomin til 31. fundar sveitarstjórnar Rangárþings ytra. Einhverjar athugasemdir við fundarboðið? Svo ekki, þá gef ég sveitarstjóra orðið og hann fer svona yfir helstu mál sveitarfélagsins. Takk. Takk fyrir það, Oddviti. Aðeins úr rekstri sveitarfélagsins, nokkur atriði, það er náttúrulega eins og ævinlega margt af því sem hefur verið við að fást undanfarna daga. Það er auðvitað á dagskrárliðir á þessu fundi, þannig að ég get að fara yfir það sérstaklega. En frá því við hittum síðast á sveitarstjórnarfundi þá hefur ýmislegt verið í gangi. Það sem er eitt af því sem er hvað mest spennandi er auðvitað þróun skólahverfisins hérna á Hellu. Þar erum við að vinna sem sé með Arkís í því og af kappi og verðum að vinna það mál áfram. Það er svo fljótlega farið að funda í vinnuhópnum okkar þegar það er svona komið aðeins lengra. En við miðum við eins og hefur áður komið fram að Arkís muni sem sé skila af sér 20. apríl. Þannig að það er svona viðmiðið í þessu. Nú frá því að við hittum síðast þá erum við búin að vera með 2 íbúafundi, annars vegar skipulagsmál sem var ágætlega sóttur og við erum auðvitað að keyra þetta á Zoom og Facebook sem er auðvitað náttúrulega ekkert varið í það með að við hittast og sitja saman með málin og íbúarnir. En einhvers síður það er eitthvað sem hægt er að nýta og við getum gert þó það séu samkomutakmarkanir, þannig að við erum að nýta okkur það. Og síðan vorum við líka með fundum fjármál sveitarfélagsins og þannig að það er bara ánægjulegt og mikil þáttaka til þess að gera, í rauninni meira heldur en ég bjóst við. Og þannig að það er örugglega hægt að nota þetta í bland með svona hefðbundnum íbúafundum og kannski er hægt að nota þetta líka bara sem útfærslu, þar að þessi bæði verið á staðnum og eins þá á netinu, eins og við gerðum þetta þegar við vorum íbúafund þróun skólasvæðisins. Þannig að það er eitthvað sem við getum örugglega lært af í þessu. Aðalatriðið auðvitað bara að fá þátttöku íbúa, fá þá til að ræða við okkur þessi mál sem við erum að garfast í og koma með sínar hugmyndir og spurningar. Nú síðan hefur verið nokkuð mikið í kringum sorpstöðin okkar. Það er auðvitað svo mörg og mikilvæg verkefni þar sem er að fást við. Og núna er að koma fram svona landsvísu áherslur yfirvalda, þessi ríkisins í sorpmálum. Það er búið að vera að funda meðal annars hátækniri sorpbrennslu sem að geti hugsanlega verið komin hér á Íslandi eftir einhver 6, 8, 9, 10 ár, eitthvað svoleiðis. Og líka hefur verið kynnt í rauninni kynntar svona framtíðarreglur sorphirðu. Og það sem er nú ánægjulegt í því sem að hefur komið fram allavega hingað til er að sú leið sem að við höfum valið hérna hjá okkar svæði, það er sú leið sem að er að verða ofan á í þessu. Það er að segja það flokkunarkerfi sem að við höfum valið til að hafa við heimili og þannig að þetta sé mest flokkað heima við, en það er það sem er að verða ofan á í þessu. En við erum auðvitað, þannig að við erum nokkuð bara í fremstu röð, myndi ég segja, í þessum sorpmálum. Auðvitað erum við með þó nokkuð stífa reglur í sambandi við þessa flokkun og það auðvitað pirrar einhverja sem það er í því að það er aðeins meiri vinna og að koma þessu frá sér og auðvitað einhver svona byrjunar styrleiki í þessu kerfi okkar öllu líka. En ég held hins vegar að við séum á réttri leið með þetta. Og svo eru spennandi hlutir að gerast í sambandi við moltugerð
það sem að vera að reyna nýjar leiðir hérna á okkar svæði. Nú, við höfum verið að funda í þessu sem kallað eða ber vinnuheitið Sveitarfélagið Suðurland. Það er sem sé komið af stað á þetta formlega ferli sem við erum þátttakendur í og sem að því líkur svo bara með íbúakosningu eins og komið hefur fram. Og þannig að það verður væntanlega fundað í því og með þessum vinnuhópum núna alveg fram á vorið, en stóra málið í því samhengi er samt að kynna fyrir íbúum hvað málið snýst og ræða þessi mál eins vel og vandlega og hægt er. Þetta er stór mál og það þurfa þetta allir að þekkja þetta út og inn, þannig að það geta allir myndað sér skoðun á þessu, hvað á að gera í þessu. En þetta er auðvitað í höndum íbúa að velja. Þannig að við tökum þátt í því eins og önnur sveitarfélög hér í Rangárvalla og Vestur-Skaftafellssýslum. Skipulagsmál eru áberandi hjá okkur núna, þar að segja skipulagsmál sem að við hjá sveitarfélaginu erum að vinna í sérstaklega. Það er mjög mikið skipulagsmálum út allt hér hjá okkur eins og við vitum, það er mjög mikið að gerast. Það er einhvern veginn loðir við okkar sveitarfélag. Það er mörg skipulagsmál sem að segja manni bara eitt að það er hugur í fólki og það er verið að breyta og undirbúa framkvæmdir. En skipulagsmál hérna sérstaklega kannski kringum Hellu, það eru nokkuð stórverkefni í þeim efnum sem við erum að vinna í og bæði hvað varðar miðbæinn, nýja sýn hvað varðar skólasvæðið. Nú það er mikið sótt lóðir, það er svo ánægjulegt að það er bara veruleg ásókn í lóðir hjá okkur, þannig að við þurfum að bara horfa til lengri tíma örugglega með svona skipulagið hérna í kring. Nú, það hefur verið fundað nokkuð þétt með vegagerðinni ýmis mál, bæði sem tengjast skipulagsmálum, hérna við Hellu, vegatengingar hérna vestan við þorpið, tengingu Árbæjarvegar og Þykkvabæjarvegar og eins í gangandi umferð hérna yfir brúna og svo framvegis. Þannig að það er verið fundað heilmikið það og síðan náttúrulega erum við auðvitað að berjast í því að reyna að fá eitthvað meira gert hér bara í vegamálum almennt. Okkur finnst við vera eitthvað voðalega aftarlega í röðinni í þessu, að klæða tengivegi til dæmis. Það er ekki mikið fjármagn sem hefur komið hérna núna í nokkur ár og okkar svæði nánast ekki neitt bara. En þannig að við erum að berjast í því og reyna að komast framar í þá forgangsröðun með öllum tiltækum ráðum. En okkur sýnist að það sé í fyrstu framkvæmdi hér sé í 2022 samkvæmt því sem samkvæmt vegaáætlun og þannig að það þarf að hamast í því og hérna reyna að koma okkur framar í röðina. Og nú síðan vil ég nefna líka málefni Lundar sem þar er ákveðin rekstrarvandi bara í gangi eins og fólk hefur kannski heyrt í fréttum í dag til dæmis. Það er ekkert alveg nýtt en það er engu að síður þannig að það eru þessi samningar við hjúkrunarheimilin eru í kreppu bara við þau almennt. Samningar sumra þeirra eru bara í uppnámi og þannig að það er auðvitað mjög erfitt mál og getur auðvitað ekki gengið þannig til lengdar. Lundur er eins og önnur hjúkrunarheimili flest ríkisstofnun í grunninn. Þetta er rekið fyrir ríkisfé og það er þessi samningar við þá Sjúkratryggingar Íslands daggjöld og annað sem að þarf að ganga upp þannig að þetta reksturinn geti gengið vel, eins og hann hefur reyndar yfirleitt bara alltaf gert. En núna er þetta snúnara og erfiðara og erfitt að fá fram svör, erfitt að fá fram leiðréttingar á fjárhagsgrunninum, gagnvart launahækkunum sem hafa verið núna upp á síðustu misserin. Þannig að það er auðvitað stórmál fyrir okkur all. Þannig að ég læt þetta duga. Takk. Já, takk fyrir þetta kærlega og
Þá göngum við til dagskrár og það fyrsti liður, byggðarár Rangárþings ytra, vísaði til umfjöllunar einstaka liði en fundargerðin að öðru leyti staðfest. Liður 1-2, umhverfisnefnd, niðurstaða byggðarráðs Rangárþings ytra, byggðarár felur sveitarstjóra að taka ábendingar í fundargerð umhverfisnefndar til skoðunar og eftir atvikum bæta úr verkefnum til að tryggja að mál sem eigi samkvæmt erindisbréfi nefndarinnar berast henni til umfjöllunar skili sig þangað. Fundargerð lögð fram til kynningar. Tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun byggðarráðs. Orðalaust. Ágúst, gjörðu svo vel. Já, ég vil kannski bara nefna það frá því að þessi fundur var haldinn að þá hef ég unnið í því að í samvinnu við starfsmannanefndarinnar að tryggja betur að mál sem eðlilegt að umhverfisnefnd fjallum berist inn í. Þannig að ég vona því að þetta horfi til bóta. Það þarf alltaf að skoða þessi erindisbréf öðru hvoru hvernig hvort það sé að skarast eitthvað á milli nefnda en þarna þarf að bæta úr. Það verkefni sem svo sannarlega umhverfisnefnd á að fjalla og þannig að hún segir að þetta sé komið í svona betra horf strax, myndi ég segja. Já, takk fyrir það. Og fleiri? Svo ekki, þeir sem geta þess. Já, Yngvi fyrirgefðu. Já, Oddviti, í sambandi við þetta, þá hefði ég talið kannski vera bara ágætt að sveitarstjóri svona skoðaði þessi mál og á næsta sveitarstjórnarfundi að þá myndi hann upplýsa okkur svona hvernig ferlið væri í þessu. Þetta svona nýkomið inn þannig að maður viti af þessu að það væri ágætt að fá svona stutta skýrslu þessi á næsta sveitarstjórnarfundi. Takk. Já, takk fyrir það. Það þá kannski bara í rapportunni hjá honum og færi yfir það þá. Fleiri, þá getið að segja bara nafni eitthvað, ég sé ykkur ekki öll alveg í einu, ég þarf að fletta. Ok, þeir sem geta samþykkt, gefa merki. Hvað samþykkt samhljóða? Þá liður 1.6, Lundur, stjórnarfundur, niðurstaða byggðarráðs Rangárþings ytra, óskar eftir afgreiðslu sveitarfélagsins Rangárþings ytra gagnvart tillögu stjórnar að aðildarsveitarfélög Lundar gangist í ábyrgð fyrir tímabundna hækkun yfirdráttarrekstrarreikningi Lundar í Arion banka. Yfirdráttur verði hækkaður 10 milljónir króna og fari úr 10 milljónum í 20 milljónir. Samþykkt samhljóða tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun byggðarráðs. Orðalaust. Ekki hvað sem hljóðs, þessi getur ekki samþykkt gefa merki. Það samþykkt. Og það Steindór að biðja orðið? Nei, fyrirgefðu, ég bara afsæki þess á. Það ágætt að ég komi inn og segi bara nafnið. Já, ég Gjörðu svo vel. Ég veit að þetta hefur verið alltaf vaninn að gera þetta eins og ég heyrði ekki þess að frétt í dag en það verið að kvarta við að sé lítið hlusta hjá ríkinu og gangi illa að láta reksturinn ná saman. Mér finnst að við séum alltaf einhvern veginn að létta ríkinu þetta, væri ekki bara miklu betra að segja bara við að ábyrgist þetta bara sjálfur. Kannski er þetta í einhvern lögum en þetta er bara alltaf afgreitt svona, við ábyrgist þetta verður alltaf yfirdráttur, hann hækkar, þeir borga einhvern tímann, gerum þetta aftur. Það er ekki bara miklu skilvirkara samtala ef það ætti sér bara stað. Mál rekstursins bara ættu sér stað á milli stjórnar Lundar eða framkvæmdastjóra og ríkisins bara beint. Við erum alltaf einhvern veginn að það er alltaf sagt að þetta skiptir einhver máli, við höfum alltaf gert þetta. Ég veit ekki hvernig er best að snúa sig í því og svo er bókað hjá ásreifingum að passa
alveg gríðarlega upp á það að blanda alls ekki saman að það hefur verið greitt af rekstrarfénu af byggingasjóðs yfir drættinu sem náttúrulega allt annað en þetta. Það eitthvað 20 milljónir þar. Og þá lögð sérstök áhersla á það í bókun hjá þeim að þetta sé alls ekki tekið af rekstri Lundar því þá þurfa að borga yfirdráttar kostnaða, þá þurfa að fá það endurgreitt frá ríkinu ef það sem fallið til. Þannig að það alveg greinilegt að þeir ætla sér alls ekki að gera upp yfirdráttinn, en þeir náttúrulega bara eiga það við sig, en við sitjum uppi með þetta, þannig að mér finnst þetta svona svolítið einhvern veginn losaralegt og mér finnst við bara, eins og ég segja, ef þetta er í lögum að við eigum að gera þetta, þá verðum við að gera þetta. Mér finnst það bara ekki koma okkur við, rekstur ríkisins á Lundi. En við höfum klárlega að verðum að gera eitthvað í hinu. Þannig að það sem alltaf hefur verið einhvern veginn þarf ekki endilega að vera það áfram. Sko. Og það myndi kannski bara eins ranka úr rótinni hjá ríkinu ef það vekti kannski aðeins athygli þetta samskiptaleysi sem virðist vera þarna á milli. En ég veit ekki hvað maður gerir. Takk fyrir. Já, takk fyrir þetta, Steindór. Þetta náttúrulega bara frekar snúin staða og ég get alveg tekið undir. Mér finnst líka skrítið að við séum að byggjast rekstur sem við erum kannski ekki með. Það er alveg rétt, en þetta náttúrulega skiptir okkur máli. Þetta náttúrulega gríðarlega mikilvæg vinnustaða líka sem þarna hjá okkur. Já. Ágúst, gjörðu svo vel. Og þetta kannski bara bæta við, ég get alveg tekið undir þetta svolítið sérstakt sko. Þetta skuli vera svona, en hluta til þetta í þessum farvegi vegna þess að þetta mjög óljóst hvernig þetta allt saman. Eins og við vitum, við höfum fengið kynningu og fengum nú stjórnlundar á, var það ekki bara á síðasta sveitarstjórnarfundi eða það síðasta kannski. Til að segja okkur frá þessu og þar verið að velta fyrir sér sem sé rekstrarforminu sem mjög eiginlega úrelt. Það að segja, þetta Lundur ekki sjálfseignarstofnun, Lundur ekki byggðasamlag, rekstrarfé kemur frá ríkinu, sveitarfélögin taka þátt í uppbyggingunni hins vegar. Þannig að þetta mjög laust í reipunum og alls ekki í góðum farvegi að hafa þetta svona formið svona einhvern veginn losaralegt. Þannig að ég held að það skipti mjög miklu máli í þessu að klára það. Og þar höfum við fengið kynningu á því meðal annars að hjúkrunarheimili hafa valið þá leið að gerast sjálfseignarstofnanir. Þá þetta nú skýrara mál heldur en það í dag og myndum svo að hafa áhrif líka á þetta að sveitarfélögin væri þá ekki lengur í þessum ábyrgðum fyrir þessu. Og svo að þau hafi nú ekki skaðast hingað til að því neitt og þá getur þau þetta gerst. Takk. Takk fyrir þetta. Einhverju fleiri? Já, Margrét. Já, gjörðu svo vel, Margrét. Já, takk. Já, ég tek undir orðan Steindórs og náttúrulega Ágústa líka að þetta náttúrulega ófremdar ástand að hafa þetta svona. Það alveg spurning hvort að við sem sveitarfélag ættum bara að fara svona í að því að við ábyrgjumst ekki þennan yfirdrátt til framtíðar. Mér finnst þetta kemur mann alltaf spánstur í sjónir. Þannig að við þurfum kannski að huga því og koma þeim skilaboðum áleiðis til stjórnar. Eða til ríkisins í rauninni, því að stjórnin náttúrulega ábyrgist reksturinn ekki heldur. Þannig að við þurfum að hugsa þetta allavega, því þetta ekki eðlilegt ástand og það náttúrulega óviðunandi ástand líka hjá náttúrulega bara fyrirtækinu sem slíku eða hjá stofnunni sem slíkri að þurfa að vera búa við svona svelti í rauninni á fjármagni. Og þetta náttúrulega bara vandræða ástand á hjúkrunarheimilunum, því miður. Þannig að bara vonum að ríkið auki aðeins fjármagn og þannig að þetta verði svona mannsamandi. Takk. Takk fyrir þetta. Fleiri? Yngvi, gjörðu svo vel. Já, sko, ég hef verið að hugsa svolítið þessi mál með hjúkrunarheimilin og annað og það náttúrulega, þetta bara orðin spurning hvort að eigi bara ekki að
setja reksturinn bara heim til sín aftur á ríkið. Við erum ekki að standa í þessu, bara ef þeir get ekki, ef sjúkratryggingar get ekki samið, þá væri náttúrulega bara eðlilegast að segja bara upp öllum samningum og ríkið bara taki þetta yfir. Takk. Takk fyrir þetta, Yngvi. Bara rétt svona í viðbót, finnst þið. Gjörðu svo vel, Steindór. Það er bara það að orða þetta, það hefur orðið til þess að allir taka til máls, þannig að þetta er svona, þetta þarf að svolítið að vekja mynd athygli á þessu, hvað þetta er, sem bara leyfa mér að segja vitlaust, þó það sé kannski, og líka svona þó að það sé ekki tölumur á núna með breytingar á félaginu, þetta þarf að vera þá alveg á hreinu með yfirdráttina byggingarsjóða, það sé þá, það þýðir ekki þess að stjórninni og formanni stjórnar að fara fram á þessi veik og það skoða það og það er ekki eins og þetta ákveða í hans sveitarfélagi hvernig á að leysa þann yfirdrátt sameiginlega, þannig að við verðum fyrst að fá það aðeins að hreint svo að við vita hvað er sem gerist í framhaldinu. En jú, sjálfsagt samþykkja maður þetta núna, en þetta er kannski til þess að verður aðeins ítt við fólki, af því að þetta myndi við aldrei láta reksturinn fara í eitthvað þrótt, það er náttúrulega gripið til einhvers ef að ríki myndi ekki standa við það sem við virðast alltaf þurfa að taka sér eitthvað óskapa tíma í, gera allt eins erfitt og leiðilegt og mögulega er hægt fyrir alla sem standa þessu rekstri. Eða að vera að reka þetta fyrir ríkið eins og að vera að gera hana. Endalaust ströggl og einhvers konar eins og betl. Takk. Takk fyrir Steindór. Þetta er bara fínast umræða og ég held að veri með flatti framhaldinu að reyna að koma einhverju skilaboðum í samræmi við umræðurnar til ráðherra. Einhverju fleiri? Ef svo er ekki, þá ber ég þessa tillögu upp og þeir sem geta samþykkt gefa merki. Hún er samþykkt samhljóða. Og þá er að liður 1.9. Erindin upphreinsun skurða. Niðurstaða byggðarráðs Rangárþings ytra, lagt fram minnisblað málið í ljósi aðstæða og þess að hér er sameiginlegt hagsmunamál margra varðandi búsetu á svæðinu. Þá er lagt til að sveitarfélagið styrki umbeðna framkvæmd sem nemi 50% af kostnaði, eða 1300.000. Varðandi þátttöku sveitarfélagsins í slíkum framkvæmdum til framtíðar litið þarf hins vegar að reikna með að gerðir séu sérstakir samningar þetta og að fyrirfram liggi fyrir mat á þörf og kostnaði. Kostnaði verði mætt með því að ganga handbært fé og lögð fram tillaga að viðauka 1 við fjárhagsáætlun 2021. Samþykkt samhljóða. Tillaga sveitarstjórn staðfesti bókun byggðarráðs og orðið laust. Og Ágúst, gjörðu svo vel. Já, þarna hefur fallið niður það ætti að vera í tillögunni til að bara þetta sé alveg skýrt. Tillaga er að sveitarstjórn staðfesti bókun byggðarráðs og samþykki viðauka 1 við fjárhagsáætlun 2021. Já. Það ætti að vera þarna líka. Og þessi tvítekið þá er það samt, held ég þannig betra. Ég þarf að bæta því inn. En orðið laust. Margrét. Gjörðu svo vel, Margrét. Já, bara þetta er náttúrulega bara þarft verkefni og við þurfum bara að skoða þetta náttúrulega í fjárhagsáætlunargerð. Næstu fjárhagsáætlunargerð, þannig að hvernig og með hvaða formi þessu verður komið á, þannig að þetta er bara mjög þarft. Takk. Takk fyrir það. Fleiri. Ef svo er ekki, þá þeir sem geta samþykkt. Yngvi, gjörðu svo vel. Sko, þetta þarf að koma þessu í svona fastan farveg og því þetta er náttúrulega eins og þetta kemur þarna fram, þetta er alveg gríðarlega mikilvægt fyrir okkur að ákveðnir aðalskurðir séu sko grafnir upp reglulega. Þeir í raun og veru bara eru
grundvöllur fyrir að við getum notað löndin í þeim rekstri sem við erum. Og svo bara og það þarf að eiginlega koma eitthvað regluverk því líka þannig að það sé ekki hægt kannski að einhver komi nýjir eigendur og þeir vilji bara ekki láta grafa akkurat þessa aðalskurði á sitt land. Þannig að þetta er mjög þarft að verði bara farið í vinnu í framhaldinu af þessu. Takk. Takk fyrir þetta, Yngvi. Já, ég held að það sé mitt það sem að liggur fyrir. Það er engin hversu hljós. Þá ber ég þetta upp. Þeir sem geta samþykkt gefmerki. Það er samþykkt samhljóða. Og þá er liður 1-10. Stafrænt ráð sveitarfélaga á Suðurlandi, niðurstaða byggðarráðs Rangárþings ytra. Byggðarráð leggur til að sveitarfélagi Rangárþings ytra taki þátt í að stofnað verði miðlægt tækniteymi Suðurlands Sambands íslenskra sveitarfélaga með þeim kostnaði sem kynntur var samkvæmt meðfylgjandi kostnaðaráætlun fyrir árið 2021. Samþykkt samhljóða og kostnaður rúmast innan málaflokks 21. Til að með sveitarstjórn staðfesti bókum Byggðarráðs norður-aust. Kneta kannski, held ég. Já, Steindór, þú varst örlítið á undan. Örlítið, óformlegur. Já, það er bara gott að það er til einhver örlítill auka peningur innan þessa málaflokks, ég veit allavega í málaflokknum stofnum sem ég vinn hjá, það var alveg svoleiðis velt við hverjum einasta steini og kroppað undan þetta til þannig að það er ég held að það hefði gert alls staðar núna, en þetta er ekki stór peningur, ég veit það, en svo var, held ég að eitthvað verið svolítið síðan en þetta kom inn, hann kannski þá okkur þetta verið ekki búið að taka þetta fyrir fyrr en með að við bréfið er sendt inn en það var ekki annað. Takk fyrir þetta. Margrét, stóð við orðið, Margrét, á þannig að... Nei, það er bara gott að fá svör, þetta er svona svipum nótum. Takk, já, Ágúst. Já, ástæðan fyrir því að þetta kemur ekki fyrir þetta seint er í rauninni það svo að við fengum þetta sent sem óformlegt erindi fyrst, hvort við vildum taka þátt í þessu og við vorum bara sem sé að undirbúningi að þessu og sveitarstjóri var bara svo fljótur að skipa mann í málið og síðan urðu eitthvað lítil samskipti málið fyrir en síðar. Það er bara þannig. Þetta var, hvað var ég að segja? Við höfum tekið þátt í þessu allan tíman, alveg frá því að erindi kom fyrst inn, en að samþykkja hins vegar þessa fjármuni, það hefur dregist. Og ég á eiginlega enga góða skýring á því. Það er svona, já, kannski eitthvað misskilningur sem hefur orðið á leiðinni. En sveitarfélögin hafa verið að samþykkja þetta bara upp á síðkastið, þannig að það er engin skaði skeður, held ég. Takk fyrir þetta. Má ég? Já, svar, Margrét. Já, takk fyrir þetta. Við náttúrulega tókum aðeins umræðu þetta í byggðarráði og svo sem sjálfsagt mál að taka þátt í þessu, en maður fer náttúrulega efast, maður veltir fyrir sér einmitt hvað mun þá í þessum málaflokk 21 sem er sameiginlegur kostnaður að mig minnir. Hvað situr þá á hakanum? Eða erum við bara svona að föndra þetta og svo verður gerðu viðauki í lok árs? Það er svona, og ég vona bara að þetta komi ekki fyrir aftur einmitt að sveitarstjóri grípi fram fyrir hendur sveitarstjórnar með að grípi eins og hann hefur gert í þessu tilfelli. Þetta á náttúrulega bara erindi berast inn og þau eiga náttúrulega að rata á fund sem allra fyrst. Þannig að ég bara vonast til að þetta endurtaki sig ekki. En þetta er hið besta mál þetta verkefni. Takk.
Takk fyrir þetta. Ágúst, gjörðu svo vel. Kannski bara með þennan málaflokk 21, það sem sé sameiginlegur kostnaður og við auðvitað reynum að kroppa þetta bara af á mörgum stöðum. Það ekki einhver einn staður sem við finnum, við munum kroppa þetta af nokkrum stöðum. Þó þetta sé ekki há upphæð, þá er þetta samt, hvað var þetta, 420.000 eitthvað svoleiðis? Það er þetta líka. Það er hægt að nota þær víða, en svona er þetta. Þetta er greinilega áherslumál hjá öllum sveitarfélögum á Suðurlandi. Ég held að sé allir með í þessu. Takk fyrir þetta. Eitt örstutt. Gjörðu svo vel. Já, þannig að líka má segja okkur beinn útlagður kostnaður er 430 eða 50.000, þannig að nákvæmt tala kannski skiptir ekki öllu. En svo náttúrulega er líka kostnaður vinnuframlag starfsmanns, sem er bara, það er óbeinn kostnaður, en hann gerir ekki annað með hann, en læt þessu lokið í bili. Takk. Takk fyrir þetta. Og það voru ekki fleiri sem þessu þú, þannig að þeir sem geta samþykkt þessa tillögugjöfmerki. Hún er samþykkt samhljóða. Þá er liður 2, Sorpu og Rangárvallasýslu, BS. Vísa til umfjöllunar einstaka liði en fundargerðin öðru leyti til kynningar. Liður 2.6, aðgerðaáætlun Suðurlands í sorpmálum. Niðurstaða Sorpu og Rangárvallasýslu, BS. Stjórn fór yfir drög að Suðurlandskafla aðgerðaáætlunar í sameiginlega svæðisáætlun meðhöndlun úrgangs á Vesturlandi, Suðvesturlandi og Suðurlandi. Ágústu og Huldu falið að senda inn athugasemdir í samræmi við umræður á fundinum. Tillaga að sveitarstjórn staðfesti fyrir sitt leyti athugasemdir og ábendingar sem framkomu hjá Sorpstöð Rangárvallasýslu, BS varðandi drög að aðgerðaáætlun Suðurlands í sorpmálum. Og orðlaust. Hversu ljós, hver sem geta samþykkt gjöfmerki. Það er samþykkt samhljóða. Liður 3, Ungmennaráð Rangárþings ytra. Fundargerð lögð fram til kynningar. Svo er liður 4. Það er skipulags- og umferðarnefnd Rangárþings ytra. Og að venju les ég bara upp og þið segið bara nafnið ykkar ef þið viljið stoppa einstaka lið, annars lítum við á að þetta sé samþykkt samhljóða. Liður 4, skipulagsumferðarnefnd Rangárþings ytra. Vísaði til umfjöllunar einstaka liði en fundargerðin öðru leyti staðfest. 4.1, Klettólt landskipti. Niðurstaða skipulagsumferðarnefnd Rangárþings ytra. Skipulagsnefnd gerir ekki athugasemdir við áform landsskipti né fyrirhuguð heiti á spildum. Tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulagsumferðarnefndar. Og er það samþykkt samhljóða. Liður 4.2, Stóruskógar landskipti. Niðurstaða skipulagsumferðarnefnd Rangárþings ytra. Skipulagsnefnd gerir ekki athugasemdir við áform landsskipti né fyrirhugað heiti á spildu. Tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulagsumferðarnefndar. Var það samþykkt samhljóða. Liður 4.3, Hellarlóð 11 og 18 landskipti. Niðurstaða skipulagsumferðarnefnd Rangárþings ytra. Skipulagsnefnd gerir ekki athugasemdir við áform landskipti né fyrirhuguð heiti á spildum. Nefndin leggur áherslu á að unnið verði sameiginlegt deiliskipulag af tilteknum lóðum í það minnsta. Tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulagsumferðarnefndar. Var það samþykkt samhljóða. Króktún landskipti. Niðurstaða skipulagsumferðarnefnd Rangárþings ytra. Skipulagsnefnd gerir ekki athugasemdir við áform landskipti né fyrirhuguð heiti á lóð. Tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulagsumferðarnefndar. Var það samþykkt samhljóða.
Liður 4.5 umferðarmál og merkingar en hellu. Niðurstaða skipulags- og umferðarnefnd Rangárþings ytra. Skipulagsnefnd samþykkir staðsetningu umræddra umferðarmerkja og felur skipulagsfulltrúa að auglýsa listann til birtingar í B-deild stjórnartíðinda til staðfestingar eftir yfirferð og samþykki lögreglustjórans á Suðurlandi. Tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar. Er það samþykkt samhljóða. Liður 4.6. Landmannalögur, mat á umhverfisáhrifum. Niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar Rangárþings ytra. Skipulagsnefnd fjallaði framkomna tillögu og telur að búið sé að taka tillit til áður innsendra umsagna. Nefndin samþykkir meðfylgjandi tillögu að matsáætlun og leggur til að hún verði send til Skipulagsstofnunar í samræmi við 8. grein laga mat á umhverfisáhrifum nr. 106/2000. Tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar. Og er það samþykkt samhljóða. Liður 4.7. Skjaldarlækur L64.973 umsókn framkvæmdaleyfi til skógræktar. Niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar Rangárþings ytra. Í samræmi við 7. grein laga nr. 106/2000 hefur skipulagsnefnd Rangárþings ytra farið yfir tilkynningu framkvæmdaraðila áform skógrækt á 198,5 hektara svæði á landi sínu. Niðurstaða nefndarinnar að umrædd áform séu ekki líkleg til að hafa í för með sér umtalsverð umhverfisáhrif samanber viðmið í öðrum viðauka laga nr. 106/2000. Því skuli framkvæmdin ekki háð mati á umhverfisáhrifum. Skipulagsnefnd leggur til að skipulagsfulltrúa verði falið að gefa út framkvæmdaleyfi að teknu tilliti til 5. greinar reglugerðar framkvæmdaleyfi nr. 772/2012. Tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar. Og er það samþykkt samhljóða. Liður 4.8. Lausar lóðir á hellu. Niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar Rangárþings ytra. Skipulagsnefnd telur að uppfæra þurfi viðeigandi skipulagsáætlanir til að unnt verði að koma umræddum lóðum í not. Nefndin samþykkir að umræddar íbúðalóðir verði staðfestar sem slíkar og leggur til að þær verði auglýstar til úthlutunar þegar skipulagið leyfir. Í stað leiksvæðis á Baugöldu leggur nefndin til að útbúnar verði 2 lóðir undir einbýlishús og gerður göngustígur á milli þeirra frá Bólöldu að Baugöldu. Nýtt leiksvæði við Bergöldu 7 verði sett á skipulag. Tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar. Og er það samþykkt samhljóða. Liður 4.9. Snjálsishöfði 1. breyting á deiliskipulagi. Niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar Rangárþings ytra. Skipulagsnefnd leggur til að veitt verði heimild til breytingar á gildandi deiliskipulagi. Nefndin telur að óverulega breytingu sé að ræða þar sem breytingin víkur að engu frá leyfi frá notkun. Nýtingarhlutfalli, útliti og formi viðkomandi svæðis. Nefndin leggur því til að farið verði málsmeðferð samkvæmt 2. málsgrein 23. greinar skipulagslaga nr. 123/2010 og að fallið verði frá grenndarkynningu. Tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar. Er það samþykkt samhljóða. Liður 4.10. Litlavík breyting á deiliskipulagi. Niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar Rangárþings ytra. Skipulagsnefnd leggur til að veitt verði heimild til breytingar á gildandi deiliskipulagi. Nefndin telur að óverulega breytingu sé að ræða þar sem breytingin víkur að engu leyti frá notkun nýtingarhlutfalli, útliti og formi viðkomandi svæðis. Nefndin leggur því til að farið verði málsmeðferð samkvæmt 2. málsgrein 43. greinar skipulagslaga nr. 123/2010 en tillagan skuli jafnframt grenndarkynnt öðrum nærliggjandi lóðarhöfum á svæðinu. Tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar. Liður 4.11.
Já, er það samþykkt samhljóða, afsakið. Liður 4.11, Selalækur 2, Lundarskarð, deiliskipulag íbúðalóðar. Niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar Rangárþings ytra. Skipulagsnefnd samþykkir að veita heimild til deiliskipulagsgerðar og leggur til að fallið verði frá kynningu lýsingar þar sem skipulagsáætlun samræmist stefnu aðalskipulagsins. Skipulagsnefnd samþykkir jafnframt framlagða tillögu og leggur til að hún verði auglýst samkvæmt 1. málsgrein 41. grein skipulagslaga númer 123/2010. Tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar. Og er það samþykkt samhljóða. Lið 4.12, Haukadalur, Birkimelur, deiliskipulag. Niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar Rangárþings ytra. Skipulagsnefnd samþykkir að veita heimild til deiliskipulagsgerðar og leggur til að fallið verði frá kynningu lýsingar þar sem skipulagsáætlun samræmist stefnu aðalskipulagsins. Tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar. Og er það samþykkt samhljóða. Liður 4.13, Króktún, deiliskipulag. Niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar Rangárþings ytra. Skipulagsnefnd samþykkir að veita heimild til deiliskipulagsgerðar og leggur til að fallið verði frá kynningu lýsingar þar sem skipulagsáætlun samræmist stefnu aðalskipulagsins. Tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar. Er það samþykkt samhljóða. Liður 4.14, Hofsjálega land 4, deiliskipulag. Niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar Rangárþings ytra. Skipulagsnefnd telur að búið sé að bregðast við öllum framkomnum athugasemdum og leggur til að tillaga verði send Skipulagsstofnun til afgreiðslu. Tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar. Er það samþykkt samhljóða. Liður 4.15, Jarðstæður, deiliskipulag frístundasvæðis. Niðurstaða skipulags- og umferðarnefnd Rangárþings ytra. Skipulagsnefnd samþykkir tillöguna og leggur til að hún verði auglýst samkvæmt 41. grein skipulagslaga númer 123/2010. Tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar. Og er það samþykkt samhljóða. Liður 4.16, Bjargstún, deiliskipulag. Niðurstaða skipulags- og umferðarnefndar Rangárþings ytra. Skipulagsnefnd samþykkir tillöguna en telur að vegna tímamarka í skipulagsreglugerð skuli hún endurauglýst samkvæmt 41. grein skipulagslaga númer 123/2010. Nefndin telur einnig rétt að vikið verði frá ósk umsagnir til umsagnara þar sem allar umsagnir liggja fyrir frá fyrri afgreiðslu. Skipulagið skal birt í B-deild að loknum auglýsingatíma. Tillaga að sveitarstjórn staðfesti bókun skipulags- og umferðarnefndar. Er það samþykkt samhljóða. Þá er næsti liður 5. Það er forstöðumaður íþróttamiðstöðvar. Erindi vegna ráðningar. Forstöðumaður íþróttamiðstöðvar hefur óskað eftir breytingu á ráðningu sinni og láta af störfum sem forstöðumaður á næstu mánuðum. Tillaga að fela sveitarstjóra að kanna hvernig það fellur á rekstraráætlun íþróttamiðstöðvar og leggja fram greinar gerð á næsta fundi Byggðaráðs jafnframt þess sveitarstjóra falið að undirbúa auglýsingu og leggja fram tillögu á sama fundi. Og það er laust. Hver sem fjós. Já, Margrét. Já, takk fyrir þetta. Ég átta mig ekki alveg á, ég nú rætta við ykkur hérna áður, en ég átta mig ekki alveg á, er þetta uppsagnarbréf sem okkur barst, þessi tölvupóstur sem sveitarstjóra barst, er þetta uppsagnarbréf eða hvernig form er á þessu? Og ef svo er, ef þetta er uppsagnarbréf hjá forstöðumanni, gildir það þá frá og með næstu mánaðamótum eða hvernig er það? Takk. Takk fyrir þetta, Margrét. Ágúst, gjörðu svo vel. Þetta er sveigjanlegt eftir því bara hvað hentar í rauninni. Þannig sem sé bara eftir því hvernig gengur að ráða nýjan.
það er sem sé, það er ekki nema kröfur af starfsmanns í rauninni. Þannig að bara, það er samkomulagsatriði, getum við sagt. En hann óskað eftir sem sé látast af störfum sem forstöðumaður. Þannig það. Ekkert annað, sko. Takk fyrir þetta, Ágúst. Og Steindór, varst þú búinn að Já, gera svo vel? já, takk. Það mér varst bara svona skrítið að sjá þetta þarna á svona opnum sveitarstjórnarfundi. Mér finnst þetta svona vera eins og þetta var sent inn, sko, ekki, það var ekki beint sent á sveitarstjórn, þetta var sent á sveitarstjóra sem yfirmaður starfsmannastofnana eða forstöðumannastofnana. En af því að mér finnst þetta ekki, sko, ég geti eiginlega alveg öruggt hvað það verið að segja, svona, jú, helst að fá að hætta, sko, og mér finnst eiginlega bara svona ekkert, það er þetta verið að ræða þetta akkurat í opnum fundi, en það er náttúrulega ekki þetta að gefa sér það að sé laust, og ég veit ekki akkur að verið ef að menn vilja losna úr svona starfi, það er alveg örugglega mjög sjaldan verið betra að ráða í störf heldur en akkurat núna í þessu leiðindar ástandi sem er núna, þannig að ég finnst ekki rétt að ef að fólk er búið að sækjast þetta í breytingu, þá finnst mér bara einmitt að gera reyna bara klára það bara hratt og vel, og það er alltaf óþægilegt að vera í starfi sem maður vill ekki vera í, held ég. Þannig að ég finnst nú bara að fyrst að byggðarráðin er ennþá starfandi, þá ætti þetta nú miklu frekar inni þar, eða sem trúnaðarmál þessu fundi, það mér fundist, sko, en því að það hefur verið trúnaðarmálu minni, kannski minna tilefni heldur en að vera svona fabulara með þetta sem ekki er einu sinni uppsögn eins og hægt er að sjá í gögnunum, ekki svona, eins og maður segir, formleg uppsögn. Annars ég svo að það er svo mikið meira að segja um þetta í bili, en við myndum bara auðvitað síðan bara fara í ferðlega ráða og eins og taka upp endurskipulagningu á störfum eins og alltaf ætti að vera í rauninni, að vera svona endurskoða bara í takt við tíma hvort það sé ástæða til að uppfæra störf þegar þau eru auglýst. Stundum verið sé að þó að sé einhver í starfi, að bara breyta starfslýsingum þá. Takk. Takk fyrir þetta, Steindór. Og Ágúst, gjörðu svo vel. Já, þetta er í sjálfu sér bara ekkert leyndarmál í sjálfu sér, það er bara ágætt þetta komið fram, en ég er alveg sammála því ég held að sé eðlilegt að þetta fari svo bara til byggðarráðs til frekari úrvinnslu. Svo kemur það bara þá þaðan, hvernig við vinnum þetta áfram. Ég er alveg sammála því. Endilega það lagt til sem tillaga. Takk fyrir þetta. Það er ekki fleiri sem hafa hvað hljóðs. Jú, Margrét Tarkov. Ég óska eftir að fá fundarhlé bara með mínu fólki. Já, það er hægt, takk. Já, og það er veitt, gjörðu svo vel. Á ég að bera fram það sem að svona okkur hugnast, tillögu afgreiðslu. Gjörðu svo vel. Svona, okkur finnst þetta ekki vera nægilega skýrt og að við séum, þessi inngangur að þessu erindi er í góðu lagi, en það er bara spurning hvort að við vísum erindinu til byggðarráðs og frestum afgreiðslu þess. Því að okkur finnst ekki nægilega skýrt hvort að uppsögn er að ræða eða ekki. Hvort að, já. Takk. Takk fyrir það. Já, Ágúst, gjörðu svo vel. Út að mjút. Ég held að ég sjálfur sér sé það sama og var tillaga að gera, þannig að mér finnst það bara allt í lagi. Bara stytta þetta, vísa til byggðarráðs til úrvinnslu eða eitthvað svoleiðis. Allavega þurfum við að taka við erindinu. Og þá afgreiðslu frestað eða hvað?
Já, við vísum þess að bara til byggðarráðs til afgreiðslu. Er hægt að fara að sjá bókunina upp á skjánum? Það er ekki, við Með leyfi ekki oddvita að sjá hana ef við ætlum ekki að afgreiða það. Þá er alveg óstöðalegt að vera. Sjá bara það sem var eins og áðan, eins og var upp á skjánum áðan, meina ég. Svo það sé ekki misskilningu, þá vorum við ekki að leggja til þess að fela þetta í byggðarráð til fullnaðar afgreiðslu, heldur að bara fresta þessu erindi sveitarstjórn og þetta fer bara fyrir byggðarráð til að fjalla þetta á þessum lokuðu fundum sem menn vilja hafa til að tala svona mál, en ekki opna sveitarstjórnarfundi. Nema það bara loka sveitarstjórnarfundina. Ég finnst þetta svona á þannig stigi að það sé ekki, þó að þetta veri opinbert, þegar að uppsagnarbréf kemur og þá vantar bara forstöðumann íþróttamiðstöðvar, þá verður þetta orðið öðruvísi og auglýsa það. Takk. Gjörðu svo, Ágúst. Já, ég eftir sem við tölum meir þetta, þess lengur tölum við þetta á þessu sveitarstjórnarfundi. Ég er alveg sammála því. Drífum þetta bara til byggðarráðs til að fjalla þetta. Það er bara eðlilegur farvegur. En þetta þurfti að koma fram hér. Það er bara þannig. Þannig að ég bara tek undir þessa tillögu að þá standi bara þarna forstöðumaður íþróttamiðstöðvar hefur óskað eftir breytingu á ráðningu sinni og láta störfum sem forstöðumaður á næstu mánuðum. Málinu vísað til byggðarráðs til úrvinnslu. Það getur deilt skjánum, Ágúst. Ég held ég væri reyndar að því. Við, þá er ég að finna hann. Þú varst bara að auglýsa sjálfa þig aðeins. Og hestana. Og fjallasýnina. Það var alveg óvart. Við, þá er ég að finna þetta hérna. Við stafsökunar á því, ég bara fattaði það ekki. Þá er þessi bara þessi lína hérna, erindinu vísað til byggðarráðs. Þarf eitthvað meira? Þetta er bara, þá þetta aðeins skrolla. Já. Þá ber ég þetta upp, erindi vegna ráðninga, forstöðumaður íþrótta hefur óskað eftir breytingu á ráðningu sinni og láta störfum sem forstöðumaður á næstu mánuðum. Þeir sem geta samþykkt, gefið merki. Já, og vísaði til, varstu komið með hana, vísaði til byggðarráðs. Það er bara það, ég get ekki breytt þessum texta hérna. Nei. Ég færi það inn í þessi kerfi. Þessu er þá bara vísað til byggðarráðs. Og þeir sem geta samþykkt það, gefið merki, sækir ruglingin. Það er samþykkt. Samhljóði sé ykkur ekki öll núna. Já. Ok, þá eru komið leið 6. Framtíðarsýn í aðstöðumálum til íþróttaiðkunar og samvinnu íþrótta og æskulýðsfélaga. Minnisblað til umræðu. Minnisblað lagt fram og lagt til að vísa minnisblað til heilsu, íþrótta og tómstundanefndar til umfjöllunar og álitsgerðar. Jafnframt er lagt til að forstöðumaður íþróttamiðstöðvar taki fullan þátt í starfi vinnuhóps þróun skólasvæðis og Hellu. Og orðalaust. Það er Ágúst, orðið, hversu vel Ágúst. Já, þetta er náttúrulega kannski bara aðeins varðandi þetta minnisblað sem fyrir fundurinn liggur. Þá langar mig til að rifja það upp að 2018 þá
skilaði vinnuhópur á vegum sveitarfélagsins af sér mjög góðri skýrslu að mínu mati framtíðarsýn í íþróttamálum og samvinnu íþróttafélagi Rangárþingi ytra. Og þar voru svona, já, áherslupunktar og mér finnst ástæða til að líka út af því að við erum á tímamótum hvað varðar forstöðumann íþróttamiðstöðvar að það var með að taka undir það að það sé gott að endurskoða þetta, að taka þessa skýrslu og sjá hvað við erum búin að gera og kannski þarf eitthvað að hugsa út í forgangsröðun og kannski eitthvað breytt viðmið í þessu. Eitthvað hefur við gert í flestu af þessu en við erum mislangt komin með hlutina. Það sem var aðal áherslumáli þá var að byggja við íþróttahúsið á Hellu og við erum búin að því. Reyndar breyttist það síðan úr því að vera bara geymsla í að vera glæsileg líkamsrækt og lítill íþróttasalur sem mun held ég nýtast mjög vel. Þannig að síðan líka verið að tala þar ýmis mál eins og til dæmis tómstundastrætó og eitt og annað. Við erum komin af stað með þróun skólasvæðisins og höfum heilmikið rætt íþróttavöllin í því samhengi. Vorum með íbúafund eins og rifjað var upp hérna áðan þar sem við vorum að fjalla þessi mál og þannig að mér finnst eðlilegt að við tökum þetta aftur til skoðunar, þessa skýrslu og bara meta það hvort að forgangsröðun þar á ennþá við og upplagt að nefndin okkar sem að fjallar þessi mál fái það til umfjöllunar en svo finnst mér líka upplagt að við svona með formulegum hætti tökum þann sem í forystu fyrir íþróttamálin svona hjá sveitarfélaginu sem starfsmaður sveitarfélagsins komi inn í þennan vinnuhóp þó hann hafi verið þetta til samráðs þetta þá kannski eðlilegt að sé bara með og þetta var nú einmitt nefnt á íbúafundi okkar og þannig að mér finnst ekki eftir neina að bíða með það og styð það þá eins og kemur hann fram. Þó svo að séu breytingar í farvatninu að sé koma þá nýr maður inn í það. Þannig að það er bara svona aðeins létt yfir þetta. Þannig að mér finnst þetta vera tímamót sem við ættum að nýta til að fara yfir þessi mál. Takk fyrir þetta, Ágúst. Og fleiri? Já, Margrét. Já, það er bara gott að koma einhverju stefnumótun á staði í þessu sem öðru. Það er alltaf gott að hafa stefnu. Þannig að mér líst í rauninni bara vel á það að við förum að horfa svolítið heildrænt á þetta. Takk. Takk fyrir það. Fleiri? Og ég var hérna... Ég sé ykkur í gjöldin, ágætt að segja bara nafni ykkar þegar ég vilja. Ég var nú leitni hérna við Margrét. Þetta var bara svona svipað og ég ætlaði að segja með svona eitt og þeim málaflokka sem ekki hægt að ákveða einu sinni hvernig verði. Þetta bara svona fer eftir samtímanum og svona kröfum í nútíma í sambandi þjónustu og annað, þannig að þetta þarf alltaf að vera endurskoðað og ætti í rauninni kannski bara að vera inn í reglum hjá sveitarfélaginu að endurskoða svona eins og til dæmis þetta, bæði þetta starf og allt í kringum íþróttina. Þetta er alltaf að breytast svo mikið, þannig að bara að fagna því að við förum að rýna þessa skýrslu núna. Ekki síst að verða breytingar hérna í íþróttamiðstöðinni. Takk. Takk fyrir þetta kjærlega. Og við séum ekki fleiri hendur á lofti. Þannig að þá þeir sem getur samþykkt þessa tillögu gefa merki. Samþykkt samhljóða. Þá að liður 7 og þá ætlaði ég að biðja teknistjórann fyrir okkur að við tökum svona fundarhlé bara saman. Afsakaðu allir takk. Það er bara svona tökum þetta í smá breakout rúmi. Kannski
ekki svo með teknistjórinn vinnur í þessu, þá kannski verður ágætt ef ykkur kemur með skemmtilega þýðing á svona þægilega á breakout room. Það sýnist mér allir vera komnir aftur á fund. Já, ég bið fundinn afsökunar, við stökkum út á fundi undir lið 7, það málefni hestamanna við Hesthúsagötu. Það voru hugmyndir vinnuhóps lagðar fram til kynningur umræðu og það kannski á ekki alveg erindi núna í opinn fund, það voru greint frá því síðar. Ára liður 8. Öldukverfi gatnagerð, verðkönnun og undirbúningur framkvæmda. Lagt til að farið verði í verðkönnun á gatnahönnun fyrir síðasta hluta öldukverfis, sem nú þegar deiluskipulagður. Er að ræða 11 raðhúsalóðir og 4 parhúsalóðir og 12 einbýlishúsalóðir við 4 íbúðagötur og tengiveg. Helluvang sem mun liggja meðfram núverandi reiðstíg. Hluti af áðurnefndri verðkönnun skal innifela gerð útboðsgagna og magntölur fyrir eina götu Kjarröldu og með 5 raðhúsum og 1 einbýlishúsi. Og orðalaust. Já, til að bókun samþykkt samhljóða og byggðaráði falið að stilla upp tillögu að viðauka þegar niðurstöðu verðkönnunar liggur fyrir. Orðalaust það. Ekki hversu hljóð. Já, Margrét þakka, gjör svo vel. Já, bara örstutt. Mér líst vel á þetta. Held samt að við ættum kannski væri við hæfi að setja hérna verðkönnun eitthvað vesen á tölvumálum. Hvort við ættum að setja verðkönnun og tiltaka að minnsta kosti 3 aðila, eða sem sagt setja það inn, að leita verið til eftir verðkönnun að minnsta kosti 3 aðilum. Já, Ágúst, gjörðu svo vel. Já, það er auðvitað ágætt sko, en við erum auðvitað með bara innkaupareglur og reglur fyrir sveitarfélagi, ef við ekki bara fara eftir þeim. Þá þarf ekki að taka þetta fram neitt sérstaklega þetta. Elskar það. Það er bara upplagt, takk fyrir þetta. Og ekki fleiri sem hvað er svo hljós, þannig að fer ég þetta upp, þessu geta samþykkt, gefið merki. Það er samþykkt samhljóða. Liður 9. Bjargshverfi hugmyndavinna, minnisblað til kynningar og umræðu. Í greinargerð með endurskoðuðu aðalskipulagi sveitarfélagsins er fjallað landið Bjarg vestan Ytri-Rangá sem íbúðahverfi. Bjargshverfi, heildarstærð svæðisins er talið verið rúmir 11 hektarar og er gert ráð fyrir að þarna getur verið 80 íbúðir en svæðinu hefur ekki verið deiluskipulagt. Í framhaldi af samráðsfundi Vegagerðarinnar og starfsmanna Rangárþings ytra 25. janúar síðastliðinn var það tengingu Árbæjarvegar og Þykkvabæjarvegar annars vegar og starfsemi fyrirtækja sem tengjast þjóðvegunum milli Árbæjarvegar og Hellu hins vegar er talið rétt að fara í hugmyndavinnu sem hámarkar nýtingu á Bjargshverfi. Mikilvægt er að sveitarfélagið fái aðila til að vinna með sér skipulagsvinnu fyrir áætlað íbúðahverfi til að hámarka nýtingu byggingarlóða með tilliti til gatnagerðar og aðkomu að lóðum og starfsemi sem er milli Árbæjarvegar og Rangárbrúar. Tillaga að setja verkefnið af stað og fela sveitarstjóra að skipuleggja verkefnið og leggja fram tímasetta vinnuáætlun á næsta fundi byggðarráðs. Orðið er laust. Haraldur. Já, bara frábært að það skulle vera komið svona í umræðum aftur sko. Svona búið að vera svolítið sofandi þannig lengi. En svona þessi fundur hana með Vegagerðinni daginn, hann svona ýtti við okkur að það þarf eitthvað að fara að gera hana.
allavega svona skipuleggja helstu vegi. Takk fyrir þetta. Og fleiri ekki kassi hljós sem að geta samþykkt geðmerki. Það er samþykkt samhljóða. Liður 10. Íbúafundur atvinnumál. Tillaga næsta íbúafundi. Atvinnu- og menningarmálanefnd hefur ályktað að tímabært væri að halda almennan íbúafundi atvinnumál í sveitarfélaginu. Lagt er til að fela sveitarstjóra að undirbúa slíkan fund í samráði við nefndina og miða við að fundartími verði seinni hluta marsmánaðar næstkomandi. Í ljósi samkomutakmarkana gæti fundarformi verið blandað af fjarfundi og staðarfundi. Tillaga að dagskrá verði lögð fram á næsta byggðarráðsfundi. Orðalaust. Margrét Harpa, gjörðu svo vel. Já, takk fyrir. Ég líst alveg ljómandi vel á þetta og bara fagna því að það sé verið að opna stjórnsýsluna. Það sé verið að opna og kalla eftir íbúasamráði, mér finnst það frábært. Og líka nýta sér þetta að það verði, nýta sér þetta fjarfundaform sem og að hafa staðarfundi. Þetta er eitthvað sem COVID hefur fært okkur og ég held að við bara eigum að hafa það áfram. Takk. Takk fyrir þetta. Fleiri hafa ekki hvatt sér hljós og þeir sem geta samþykkt geðmerki. Samþykkt samhljóða. Og liður 11 umsókn styrk á móti álögum fasteignaskatti. Flugbjörgunarsveitin á Hellu, kennitala 4107750269. Óskar eftir styrk á móti álögum fasteignaskatti árið 2020 og 2021 á húsnæði sveitarinnar Dynskálum 34. Flugbjörgun Flugbjörgunarsveitin óskar eftir styrk á móti álögum fasteignaskatti árið 2021 til að samþykkja styrkin samkvæmt gildandi reglum sveitarfélagsins slíka styrki. Orðalaust. Enginn hefur kveðið sér hljós. Þessi geti samþykkt geðmerki. Samþykkt samhljóða. Liður 12. Óskum styrk á móti álögum fasteignaskatti. 8. Sókn óskar eftir styrk á móti álögum fasteignaskatti árið 2021. 8. Sókn óskar eftir styrk á móti álögum fasteignaskatti ársins 2021 tillaga að samþykkja styrkin samkvæmt gildandi reglum sveitarfélagsins slíka styrki. Orðalaust. Og þeir sem geta samþykkt geðmerki. Það er samþykkt samhljóða. Þá eru liður 13. Skógasafnsstjórnarfundur 11. Taka þar fyrir staðfestingu sveitarfélagsins og lántöku byggðasafnsins í skógum. Sveitarstjórn Rangárþings ytra samþykki hér með að veita einfalda ábyrgð vegna lántöku byggðasafnsins í skógum hjá Lánasjóði sveitarfélaga að fjárhæð 28 milljónir krónur til 12 ára. Í samræmi við fyrirliggjandi lánsumsókn er ábyrgð þessi veitt samanber heimild í 2. málsgrein 69. grein sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011 og er hún óskipt gagnvart kröfuhafa. En innbyrðis skiptist hún í hlutfalli við eignarhluti í byggðasafninu í skógum. Sveitarstjórn veitir lánasjóðnum veð í tekjum sínum til tryggingar á þeirri ábyrgð samanber heimild í 2. málsgrein 68. grein sömu laga. Ábyrgðin tekur til allra greiðslna sem og hvers kyns kostnaðar sem hlýst af vanskilum. Er lánið tekið til endurfjármögnunar á afborgunum eldri lána 2020 og 2021 hjá sjóðnum auk fjármögnun á framkvæmdum byggðasafnsins 2018 samanber 3. grein laga stofnun opinbers hlutafélags Lánasjóð sveitarfélaga nr. 150/2006. Sveitarstjórn
skuldbindur hér með sveitarfélagið sem eigandi byggðasafnsins í Skógum til að breyta ekki ákvæði samþykkta byggðasafnsins sem leggur hömlur á eignarhald að félaginu. Að því leyti að félagið megi ekki fara að neinu leyti til einkaaðila. Fari svo að Rangárþing ytra selji eignarhlut í byggðasafninu í Skógum til annarra opinberra aðila skuldbindur Rangárþing ytra sig til að sjá til þess að jafnframt yfirtaki nýr eigandi á sig ábyrgð á láninu að sínum hluta. Jafnframt Ágústi Sigurðssyni sveitarstjóra, kennitala 301064 4879, veitt fullt og ótakmarkað umboð til þess að staðfesta fyrir hönd Rangárþings ytra veitingu ofangreindra ábyrgðar með áletrun á lánasamninginn. Og orðið laust. Og þessu hljóðs, þeir sem geta samþykkt að það gefa merki. Þetta er samþykkt samhljóða. Liður 14. Erindi og fyrirspurnir frá álista. Fyrirspurnir Hellubók, beinar útsendingar og vatnslögn. 14.1. Hver er heildarkostnaður við ritun og útgáfu á Hellubókinni? Hvað voru prentuð mörg eintök? Hvað er búið að selja mörg eintök og hver er innkoman fyrir seld eintök? Svar sveitarstjóra. Samkvæmt upplýsingum sem lagðar voru fram á 57. fundi hreppsnefndar Rangárþings ytra 2014, þann 10. janúar 2014 voru heildargreiðslur vegna sögurritunar frá árinu 2008 32 milljónir króna. Sömu upplýsingu lagðar fram á 32. fundi sveitarstjórnar þann 11.1.2017. Engin kostnaður hefur bæst við sögurritunina frá fyrrgreindum tíma. Á 27. fundi byggðarráðs þann 27.8.2020 kom fram að prentuð yrðu 700 sett af bókum og kostnaður frágang, prófur, setningu og prentun bókina samtals 6,3 milljónir króna. Þessar tölur eru allar óbreyttar. Þann 10.2.2021 hafði verið seldar bækur fyrir 3.225.068 krónur eða tæpur helmingur uppdragsins. 14.2. Hver er kostnaður við beina útsendingar síðustu sveitarstjórnarfunda? Svar sveitarstjóra. Eini kostnaðurinn þegar fjarfundir að ræða eins og síðustu sveitarstjórnir hafa verið er mánaðarlegt gjald fyrir Zoom fjarfundabúnaðinn 25.404 krónur og 2 til 4 yfirtímar tæknistjóra eftir lengd funda. Og svo er það 14.3. Hver er staðan á nýrri vatnslögn og miðluntanki til að tryggja afhendingar öryggi vatns í Þykkvabæ? Svar frá vatnsveitu Rangárþings ytra á Ásarhrepps BS. Síðan fyrir áramót hefur verið unnið að því að bæta vatnsafhendingu til Þykkvabæjar. Yfirfall á vatnsbólum á Selalæk gefa til kynna að þar er töluvert vatn sem hefur ekki verið nýtt. Nýrri dælu var bætt inn í dæluhúsið á Selalæk sem hefur þann tilgang að auka afköst og koma auknu magni til Þykkvabæjar. Dæla var tengd og gangsetta 29.1.2021. Enn er verið að stilla hana inn á kerfið en nú þegar hefur magn aukist sirka 1 lítir á sekúndu. En er verið að stilla dæluna inn og samræma og stefnt því að auka magnið meira. Gert er ráð fyrir að með þessu móti sé nægt vatn til afhendingar Þykkvabæ. Nýr miðluntankur og vatnslögn vegna stækkunar Lækjarbotnaveiti hefur ekki áhrif á afhendingu vatns í Þykkvabæ nema sem varaleið þegar fram líða stundir. Það komið og háða liður 15. Gjörðu svör Margrét Helga. Já, ég ætla bara að þakka fyrir þessi svör. Bara upplýsandi. Eitt sem ég er að velta fyrir mér varðandi Zoom-fundagjaldið, þetta mánaðarlega gjald.
Er það fyrir alla Zoom-fundi sem eru haldnir fyrir sveitarfélagið eða er þetta bara út af einum fundi? Bara svona átta með þess að kostnaðinu. Takk. Okay. Ágúst. Já, þetta er bara gjald fyrir fjarfundabúnaði, bara sem við notum í fleira heldur en þetta. En var þetta, við keyptum áskrift af þessu í tilefni af sveitarstjórnarfundunum til að hafa þetta alveg 100% og skothelt. Annars vorum við bara með svona demo-útgáfu fyrst. Þannig að þetta er ekki fyrir hvert fund, alls ekki. Þetta er bara mánaðargjald af þessum hugbúnaði. Takk fyrir þetta. Hérna þá ef ekki fleiri þá höldum við áfram bara í lið 15. Það er lið 15, nafn á landi, óska eftir umsögn Bjórekku, afsakið. Eigendur Grenja og landi, eigendur Grenja 4 og landi Þjóðsaga, Hilmar Knútsson Larsen og Jónína Berglind Ívarsdóttir óska eftir að breyta heiti lóðarinnar í Bjórekku. Tillaga að sveitarstjórn geri ekki athugasemdir við nafnið Bjórekku og orðalaust. Þessi geta samþykkt, gefið merki. Samþykkt samhljóða. Og þá eru liður 16 til umsagnar frá Alþingi málasafn 2021, frumvarp til laga stefnumarkandi áætlanir á sviði samgangna, fjarskipta og byggðamála. 71. mál, frumvarp til laga breytingar á ýmsum lögum tengdum málefnum sveitarfélaga og kórónuveirufaraldurs. 478. mál, það er lagt fram til kynningar. Og svo er það liður 17. Brennsluofn fyrir dýrahræ og aðrar dýraleifar. Skipulagsstofnun óskar umsagnar vegna mats á umhverfisáhrifum brennsluofns. Tillaga að sveitarstjórn geri ekki athugasemdir við framlagða frummatsskýrslu og telur hana fullnægjandi. Og orðið er laust. Hvað til hljós, þau sem getur samþykkt, gefið merki. Það er samþykkt samhljóða. Og það liður 18 sambandi íslenskra sveitarfélaga, 892. fundur, og hann er lagður fram til kynningar. Og liður 19 sambandi íslenskra sveitarfélaga, 893. fundur, það er lagt fram til kynningar. Liður 20 sambandi íslenskra sveitarfélaga, 894. fundur, og hann er lagður fram til kynningar. 21 SAS 577. stjórnarfundur og hann er fundargerðarlegur fram til kynningar. Lið 22. Stefna í úrgangsmálum drög, innleiðing hringrásarhagkerfis í samráðsgátt og það er lagt fram til kynningar. Lið 23. Viðbragðs- og aðgerðaáætlun vegna COVID, framkvæmd eitra, gögn vegna sóttvarnamála og fleira og það er lagt fram til kynninga. Svo er lið 24. Lánasjóður sveitarfélaga, aðalfundur 2021. Óskað eftir framboðum til stjórnar. Það er lagt fram til kynningar. Og að loknu yfirlestri fundargerðar og undirskrift fundargerðar þá segi ég fundi slitið. Takk fyrir góðan fund.